Fallega fólk, til mín í sófan komin leik- og söngkona og þið þekkið hana öll. Þetta Margrét Eir, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir, gaman að koma. Takk fyrir að koma. Já! Þessi sófi ferði vel. Ó, þakka fyrir, þægilegur. Það ekki? Jó. Akkurat, ég sofnaði í honum. Ég trúi því bara vel, en ég skal reyna að halda mig vakandi. Já, ég mun taka þið persónlega og sofnaði viðtalið. En hérna, þú ert náttúrulega komin norður út af Dollu. Já, einmitt. Já. Það er eitthvað sem að má tala um. Sem má tala um. Já, það er Chicago. Ég að fara verð með í þeirri uppsetningu hjá leikfélaginu, sem mjög spennandi. Það er svolítið síðan ég kom inn og tók þátt í leiksýningu. Hvernig varstu síðast um hana? Það er hvað? Ætli það sé ekki 18 ár síðan sem ég var inn í Oliver. Þú varst í Oliver. Já. Með Óla og genginu. Já, hvað? Alveg rétt. Var þetta ekki Magnús Geir sem að leikstýrði þá? Jú, já. Akkurat. Bara rosa gaman og frábær sýning og Oliver bara svo dásanlegur. ég veit að þetta er svona klassík, sko. Já, við elskum söngleiki. Já. En Chicago, Já. þú ert hérna, þau sem þekkja bíómyndir, þá ert þú hver? Ég leik sem sagt konu sem heitir Mama Morton Já. og hún er fangelsistjórinn hérna á staðnum. Já. Og þetta er náttúrulega meira og minna gerist í kvennafangelsi. Það sem er ansi skrautlegar konur sem eru flestar, hafa myrt einhvern nákomið sér. Jafnvel 2, ekki fleiri. Akkurat. Og hún er svolítið svona, hún ræður þarna ríkjum algjörlega og hún er bara með það svolítið undir hælnum, sko. Já. Þetta er svona, mitt, endalega, ég man alveg hérna, nú er ég búin að sjá þetta bæði á sviði og náttúrulega bíómyndinu og, þú veist, og sko stóra númerið sem að Mamma Morton syngur er náttúrulega, þú veist, þú klóra mér og þá klóra ég þér. Akkurat, það er alveg þannig og það heldur áfram að vera stórt númer. Ég veit, þetta er geggjað lag líka. Þetta er æðislegt lag og í rauninni bara þegar ég frétti að það eigi að setja upp Chicago þá fór ég strax á sko afturlappirnar og bara ég ætla að fá að vera með. Ég var bara mjög ákveðin, þetta er hlutverk, þetta er geggjað hlutverk fyrir mig, mjög challenging bæði leiklega og sönglega líka og þú veist, bara, þetta er svo skemmtilegur söngleikur. Við vorum með fyrsta samlestur núna í vikunni og það var svo gaman að heyra þetta lesið upphátt og það allir voru að syngja og bara vákaði mikið að hitturum. Eða þú veist, svona lögin sem bara sér eru æðisleg. Já, við þekkjum þetta sko alveg. Já. Er Lee Proud farin að þjarmað ykkur? Já, að þeim, bara krökkunum sko. Já, krökkunum, ég er náttúrulega svolítið bara... Og ert þú stíkfið ennþá? Ég er bara smá dífa þarna. Ekkert smá. Nei, ég er náttúrulega, hún er sko svolítið afmarkað hlutverk og hérna... Þannig ég verð ekki eins mikið í dansatriðum sem er bara synd því að ég elska að dansa. En þetta er bara eðlið þess hlutverk, sko. Það er ekki svona, ég get ekki beint farið í gervi og, þú veist, fallið inn í hópinn, sko. Nei. Þú veist, ég bara svona er allt öðru sér típa, sko. Já, ég meina, þú ert númer, sko. Ég er númer! Já, þú ert. En þú ert sérmenntuð í akkurat þessu, eða ekki? Jú, það var svona hugmyndin fyrst þegar ég fór út árið 1995. Ég ætlaði bara að fara og stúdera söngleiki. Og þá vorum við búin að þekkja því í Hárinu og alls konar. Já, akkurat, það var í Hárinu og það var svona ansi, stór stökkpallur fyrir mig bara að taka þátt í því frábæra stykki árið 94 með Baltasar Kormák sem leikstjóra og bara fullt af frábæri fólki þar innanborðs. Það var stórstjörnu. Já, algjörlega og bara, þú veist, það bara sprakk allt í loft upp, sko. Það var bara fólk fór að sjá þetta 4 til 5 sinnum, sko. Það var alveg geggjað. Já, ég man þetta. En þú fórst út? Já, í 95 þá fer ég út í Bandaríkjunum til þess að læra söngleikja leiklist sem í rauninni kom svo í ljós að þetta var svolítið bara samhliða leiklistadeildinni. Já. Og ég kynnist þar konu sem heitir Kristin Linklater. Og hennar aðferð, svona raddnálgun, sem sagt kennt þarna í skólan sem raddnálgunin heitir Freeing the Natural Voice. Já. Og ég hafði svo sem ekkert eitthvað hugmynd þetta þegar ég fór út. En það sem að gerist að bara ég kemur það inn með mína reynslu sem söngkona, búin að vera í hljómsveit líka og eitthvað fleira, svolítið að bransast. Og það bara breytir svolítið miklu fyrir mig, bara hvernig ég nálgast röddina, hvernig ég nálgast sjálfa mig
og þetta bara, já, ég kom ekki, þú veist, ég kom ekki heil heim. Ég komst ekki bara, þú veist, bara miklu stærri útgáfa af þér? Jú, það bara breyttist eitthvað hjá mér og sem auðvitað gerist þegar maður fyrir gegnum svona nám og það verið svona, þú veist, maður opnar fyrir ýmislegt og svona og það bara opnaði mikið fyrir röddina mína og hvernig ég nálgast túlkun og hvernig ég nálgast bara allt saman varðandi bara listir og svona. Já, enda líka svona nám náttúrulega, þú ert sá brunnur sem þú sækir í, þannig að svona nám hlýtur að snúast það að þú hafir aðgang að því sem er í þér. Sko, og ég segi þetta við nemendum mína að það bara í rauninni þessi vinna er svo erfiðasta sem ég geri fyrir mig sem söngkona og ég þarf ennþá að halda þessari vinnu við í dag. Hver skipti sem ég fæ lag í hendurnar og eitthvað nýtt, það þarf ég bara svona að fara í smá skoðun með það, bara hvernig er þetta fyrir mér, þú veist, tónarnir og bara hvað það fer í líkamann og þú veist, tilfinningin og maður þarf að sækja einmitt í sjálfan sig og þá er eins gott að kannski að vita hver maður er, hvar maður er, hver maður er. Þetta er svona þú veist, á baku tjöldin vinna sem er bara miklu erfiðari, tímafrekari og heimtar meira af manni en þessi vinna skilar manni svo ofboðslega miklu sem bara stærri listamaður. Þannig að þetta er ekki þannig að þú fær bara lag í hendurnar og Margrét Eir syngur það bara eins og Margrét Eir syngur það? Já, einmitt. Þetta er alveg svona, þetta getur verið meiri vinna heldur en það, ef maður vill, sko. Já, nákvæmlega, enda líka, ég meina, það er náttúrulega þessum svo öðru, eins og þú sáir, það er það sem þú uppskerð. Algjörlega. En þú ert búin að koma alveg óbúslega víða við, þú ert náttúrulega söngleikja böf. Ég er það. Þú ert það og svo náttúrulega þú varst í Frostrósum. Ég var í Frostrósum bara öll þau árin sem þau voru. Já. Og það var bara dásamlega að hafa jólin þannig með Frostrósum. Já, það hlýtur að vera, þetta er gríðarleg vertíð, það hlýtur að hafa verið. Já, algjörlega. Var það ekki dálítið stórbrotið? Jú, það var rosalega challenging líka varðandi svona verkefnaval, eða það er tónlistin sem var flutt þar, hún var, þú veist, alltaf challenging. Karl Olgeirsson með alveg frábæra útsetningar, alveg hvert ár þá koma með einhverja dásamlega útsetningar annarkvort af gömlum lögum eða bara eitthvað nýtt, sko. Og ég menna bara að syngja með frábærum söngkonum. Ég átti hérna Æsland dúett með Ævari Pálsdóttir þar sem við sungum saman Heyr himna smiður sem er mjög mikið spilað á Spotify. Nákvæmlega. Og af Álfum með Friðrik Ómar og bara, þú veist, það var svo mikið hátíðleiki og fyrir mér eru jólin ofboðslega hátíðleg, sko. Ertu jólamanneskja? Já, þú veist, ég er alveg jólamanneskja en ég reyni, núna þegar maður er hans eldri, ég var nú 50 í sumar og til hamingju. Takk. Svona í gegnum tíðina þá hefur alltaf verið svona þessi hátíðleiki og reyna að sækja í einhvers konar ró og næði. Þetta er mikið vertíð, ég vinn mjög mikið jólin. Bara ef ég næ að baka smá, elda góðan mat, hitta vini og fjölskylduna helst í gegnum aðventuna, þá er það, já, ég get sagt að ég sé jólabarn. Já, akkurat, þá geta jólin komið. Ég er náttúrulega að sé að þú ert með jólatónleika núna á endinni. Já, ég verð með Friðrik Ómar heima jólin. Heima jólin. Og svo er ég alltaf sjálf með mína heimatónleika í Fríkirkjunni í Hafnarfirði. Já. Bara svona rétt fyrir jólin. Ég er búin að svona vera með þessa tónleika, ég var að reyna að telja árin. Ég bara, vá, hvað ég er búin að vera með þetta í mörg ár. Bara áttaði mig ekki alveg á því og þetta er svona kannski svolítið óhefðbundin jólalög, kannski ekki sem fólk hefur heyrt áður en þetta er svo sannarlega tónleikar þar sem að fólk getur aðeins halla sér aftur og bara loka augunum. Sko, mér finnst allt í lagi að fólk sofni. Það er allt í lagi. Það líður engum illa, ég er prestur og ég veit þetta, það líður engum illa sem sefur. Það er allt í góðu að fólk sofni. En ég bara fæ vissa svona ró þegar ég syng þessi lög. Þetta eru textar eftir manni minn og bara aðeins svona öðruvísi, pínu svona þjóðlegt, írsk og bresk þjóðlög í svona bland við smá country. Já. Já, smá country. Og þarna er ég með, það eru þeir Bræður Daði og Börkur Birgisinir og svo verður Þorgrímur Jónsson með mér líka núna. Okay. Og tenorsöngvarinn hann Egill, vinur minn. Það er vel manna. Já, þetta við höfum það mjög notalegt í Fríkirkjunni. En sko, þetta er náttúrulega það sem þú fæsti, það er að anda að þér og gefa að þér. En hvað er það sem þú veist, hvernig leiðir þú batteri? Hvað gerir Margrét Eir í dauðatímanum? Dauðatími,
Akkurat. Já. En þú veist, önnur áhugamáli tónlist? Ég hef rosalega mikinn áhuga á matargerð. Ok, Já. það mjög gott. Já. Mér finnst mjög gaman að elda og bara elda fyrir aðra. Já, halda matarboð. Halda matarboð, lesa uppskriftir, fletta yfir blöð. Mér finnst einnig líka, ég hreyfi mig mjög mikið. Já. Og svona síðustu 3 árin er ég búin að vera að stunda jóga mjög mikið. Bara heima. Það kom þarna í kjölfarið að þetta kom COVID þarna og ég hafði alveg stundað jóga í gegnum árin en ég tók það svolítið föstum tökum þá. Já. Var að koma úr svona erfiðum árum þar sem ég misti mömmu mína. Já. Og það hjálpaði mér að svona færast nær svona einhvers konar healing og aðeins að svona koma mér sjálfur mér aftur, að finna sjálfa mig aftur, sko. Bara svona að koma gróandanum betur af stað. Og þetta er rólegu prósess og þú veist, maður getur ekki hraðað sér í gegnum einhvers konar sorg og maður þarf bara að fara í gegnum þann prósess og það þarf tíma og ég fekk það í COVID-inu, þannig að ég fór að stunda þess meira jóga og svo bara var ég ákvað að taka þess lengra og fór til Bali núna í október. Ok. Og hvað gerður á Bali? Varst að namastea? Ég var að namastea aðeins en alls ekki allan tíman, sko. Nei. Ég var þarna með vinkonu minni, tinni vinkonu minni, æsku vinkonu minni. Við erum búin að þekkjast í 44 ár. Og við ferðumst aðeins Bali. Sko bara að koma þangað, hitta fólkið, kynnast menningunni. Oh my lord. Vá, hvað er hægt að læra af því. Þau í alvörunni trúa á karma. Þess vegna er svo lág glæpatíðni. Það vill enginn lenda í vondu karma. Nei, ég skil. Þetta er bara, þau takað alveg þangað. Ég var einmitt að hugsa, við hendum þessu oft út. Já, þú veist, maður þarf að hafa gott karma og svona, en fylgjum við því svona í alvöru eftir. Þú veist, allan daginn, alla daga. Það er alltaf, þú veist, það er settar út gjafir fyrir framan hurðina á hverjum einsta degi með hrísgrjónum, hvítlauk og reykjelsi eða kerti eða eitthvað til þess að gefa þakkir. Dásamlegt. Við getum alveg mynd sjálfan okkur á að vera þakklátt meira. Það er nefnilega allt í lykilorðið í lífinu. Það er þakklæti sem að við hunsum svolítið stundum. Já, og bara þú veist, miðað við hvað það gæti tekið lítinn tíma á hverjum einasta morgni að segja bara, vá hvað ég er þakklátt fyrir eiga góða sæng. Það þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona, þú veist, klukkutíma bænastund og ég er ekki að meina það þannig, heldur bara segja, ég er þakklátt fyrir morgunmatinn minn eða ég er þakklátt fyrir að eiga þessa stund og eitthvað svona. Án þess að hljóma eitthvað væmið eða neitt, þetta er bara, af hverju ekki, það kostar okkur ekki neitt. Nei, hjartanlega samanlega. Til dæmis akkurat núna er ég mjög þakkláttur fyrir að þú komst í sofantíminn í viðtal. Hjartans þakkir fyrir það. Og ég er mjög þakklátt fyrir það. Heyrðu, yndis þakkir og hérna bara góða skemmtun og góðan gang í hérna sem Mamma Morton í Chicago. Ég hlakka til að sjá. Takk hérlega fyrir. Það held ég nú. Ef þú ert góð við mömmu, þá verður mamma góð við þig. Við sjáum þetta smá.